Jæja, nú gerir ráð fyrir því að menn hafi skoðað myndbandið á undan. Látum F vera samfellt fall, það skilgreint og logo takmarkuð bíli frá A til B og við ætlum að hafa F jákvætt núna til að byrja með og við höfum áhugað þá að reikna flatamálið. Þess vegna getum við talað um flatamál af því að það er jákvætt sem að afmarkast af grafi fallsins með línunum x jafnt á A og x jafnt á B og y jafnt á 0. Það er að segja að við höfum hér eitthvað fall. Svo tókum við lóðréttar línur x jafnt á A, x jafnt á B, fallið er jákvætt og þetta er línan y jafnt á 0. Það er x á sinn öðru nafni og við höfum áhuga á því að nálga þetta flatamál. Við fylgjum þessari hugmynd eftir. Góð hugmynd til þess að gera þetta er að skipta bilinu upp í mjóa strimla, það er að segja rétthyrninga og taka eitthvert fallgildi, taka eftir eitthvert, við völdum miðpunkt F á hverjum strimli, á hverjum rétthyrningi. Og svo veljum við einhverju stóra náttúrulega tölu n, við prófum n jafnt á 3, við prófum n jafnt á 50 og n jafnt á 1000 og bytum A, B bilið upp í þessa n mörgu rétthyrninga og hver og einn verður þá sjálfkrafa þessari breytt. Þetta er grunnlína sérhvers rétthyrnings. Letum x0 vera A og svo byrjum við A og færum okkur, fyrst ef að K er 1, þá fáum við x1, svo ætlum við að færa okkur 2 bil frá A, þá er K2, þá fáum við bilskiptipunktinn x2, og svo þegar K er n, þá fáum við B. Og hvað sögðum við? Við skoðum fallið á þessum hlutbilum, þau eru 1, 2 og upp í n mörg. Og svo tókum við einhverja tölu sem að, við köllum þau reyndar x eitthvað annað heldur en y, lutum y vera fallgildið, oft y fyrir fallgildi, kannski betra að segja x svona merkt í K á milli sérhverja tveggja, reiknum út þessa summu. Við skrifum kannski frekar summan, K byrjar í 0 og það fer upp í n mínus 1. Þetta eru sérst n margir punktar, 1 á hverju bili. Hvað er margir? Við getum talið á hérðan, það er síðasta talan hér, n mínus 1 og svo mínus 0, svona teljum við bara, og svo plus 1. Þetta er jú n. Og svo sögum við f í miðpunkti áðan. Þetta má þetta vera hvaða punktur sem vera skal á bilinu og svo seinum grunnlína. En við skulum þá hafa í huga að þetta y K hér í framhaldinu er bara einhver punktur á hlutbili númer K. Og við sjáum fyrir okkur að ef að K er orðið stór, hérna ennið, þar að segja fjöldi hlutbila er orðið stór tala, þá náttúrulega verður í K mjög nálægt þessum tveimur tölum ef þetta hlutbili er orðið mjög lítið og hrekst á undan. Ef þetta minnkar og minnkar og minnkar, samkvæmt bara meðalgildasetningunni, þá hrekst þetta alltaf og lendir alltaf hér á milli, einhvers staðar. Hvað getum við sagt? Það kemur í ljós að því að fallið er samfellt. Nú þá verður heildið alltaf betra og betra nær réttu lagi eftir því sem að velur enn stærra, þar að segja fleiri hlutbil. Með öðrum orðum, rétthyrningana eða strimlana æ mjórri. Þetta er það sem við köllum heildi F yfir bilið AB og við höfum annist í að tákna það svona. En þetta hérna S valdi Leibniz einmitt af því að þetta er svona eins og summa S-ið. Við skoðum þetta bara fyrir jákvæð föll en auðvitað getum við líka valið neikvæð föll og lítum það þá sem neikvæðan flöt ef við viljum hafa endilega tilvísun í rúmfræðina. Þannig að við erum svo sem ekki í nokkru vandræðum með að segja gott og vel, við ætlum að reikna til dæmis heildið x dx frá 0 og upp í 1. Þá þekkjum við náttúrulega heildunreglunar, þetta er þá x í öðru á móti 2, heildað frá 0 og upp í 1 og svo setjum við 1 inn og fáum 1 á móti 2, 1 í öðru er 1 á móti 2 og svo 0 í öðru á móti 2 er 0. Þannig að þetta verður þá flatamálið hálfur. Myndar en framsetningar hvernig er ljós, þetta er línan frá
Þetta er línan y jafnt á x og við höfum að hætta hér í einum. Sjáum að grunnlínan er 1 og þetta er réttindur þríhyrningur og hann hefur hér hæðina 1 og flatamál þríhyrning sem grunnlína sem hæði deilt með 2, þannig að þetta passar allt saman. Við leyfum okkur að líta á þetta sem flatamál þegar við höfum allt í jákvæðar stærðir, en við höfum síðan almennar heildi ef við förum frá -1 upp í 1 yfir þetta sama fall dx, að þetta er þá hálfur sinnum x í öðru þegar við heildum og svo heildum við frá -1 upp að 1. Svo setjum við inn, fáum hálfur sinnum 1 í öðru mínus hálfur sinnum -1 í öðru. Þetta verður þá 1 á móti 2 mínus 1 á móti 2 sem er 0. Það kemur ekki á óvart því að nú erum við að heilda yfir það sem við kallum lóðrétta línan x jafnt á -1 og hér er lóðrétta línan x jafnt á 1 því við erum að heilda yfir oddstætt fall. Sjáum hérna samhverfurnar. Þess að fallið f af x er þannig að f af mínus x er sama og f af x og þegar við heildum oddstætt fall yfir svona samhvert bil 0, þá fáum við 0. Og hættum svo að tala um flatarmál og segjum bara heildi.